Þeir sem aka þjóðveg 1 í gegnum Skagafjörð þekkja flesti til verslunarinnar sem stendur á gatnamótunum í Varmahlíð. Lengst af var hún merkt Kaupfélagi Skagfirðinga allt frá árinu 1968 en nú eru nýjir rekstraraðilar teknir við og því var gamla KS-merkinu skipt út fyrir Ólís. Ja, Ólís, Olíuverslun Íslands og Kaupfélag Skagfirðinga fóru í samstarf í þessum miklu breytingum og upp úr því var svo ákveðið að Ólís tæki við rekstri hérna. Þetta er náttúrulega bara eins og annars staðar svona þjóðvega sjoppa að verða og olíufélögin náttúrulega eru farin að reka þessar þjóðvega sjoppur meira og minna landið. En sagan er þó hér, ansi löng og þú ert með verslun inni í Ólís. Já, við svo sem hefum engum litlu breytt hérna innan dyra sko. Við erum með matvöruverslun áfram, bara eins og var áður. En með yfirtöku Olíuverslun Íslands þá bættum við hérna Kvistnós og Grill 66 og við erum með vinsæla heita matinn ennþá í hádeginu og þannig að það var bara viðbót hjá okkur við þetta og já. Hvernig hefur gengið í vetur? Veturinn brast á hér með látum 10. des. Hvernig var svo dagur fyrir þig? Já, hann var nú ekkert skemmtilegur sko. Fyrir hvernig aðri dagar sko. Þetta var náttúrulega svona bara mjög erfið, búin að vera mjög erfið vetur. Bara frá þessum tíma sko. Það var hérna búin að vera ófærð og óveður og hérna bara meira og minna í hverju viku má segja að hafi verið ófært yfir heiðarnar, annarkvæmt Vaskarið, Öxnadalsheiði. Bara nánast í hverju viku í alla vetur og margir hafa verið hérna strandaglópar og hérna þurfti að bíða svona á þetta. Sumir lengur en aðrir væntanlega? Já. Mikil óskup náttúrulega blessaðir flutningabílstjórarnir þeir hafa nú fengið að vita því og hafa fengið að dúsa oft í bílunum yfir nóttu í vetur. Ertu ekki búin að hafa það ansi oft á planinu hérna? Jú, þeir hafa náttúrulega gott að vera búin að fara í þessar miklu breytingar og framkvæmdir því að við stækkuðum svæðið hérna og getum tekið fleiri tæki inn á svæðið og hérna voru oft margir bílar hjá okkur. Já, sér ekki fyrir endan á þessum breytingum hjá þér núna? Jú, loksins er þetta nú að farið að sjá fyrir endan á þessu. Við erum nánast búin framkvæmdum innandyra og erum langt komin hérna utandyra. Við erum til að malbika hérna hluta af planinu og þá er þessu nú lokið má segja. En þetta er búið að taka nokkuð langan tíma en þetta er mikið framkvæmd, vel unnin af heimamönnum má segja, bæði iðnaðarmenn og verktakar og hafa staðist í atburða vel. Og svo líka má segja það að bæta því við að við höfum aldrei lokað, ekki hálfan dag. Það er nú svona ákveðið afrek. Hvernig hafið þið stoppið það? Já, það hefur svona gengið, með þetta hafa við skiptað vinir orðið þess varið en þetta, við lögðum áherslu á það að halda allt á opnu og okkur tókst það. Hefur þú verið ræstur út á nóttinni vegna óveðursins og kannski að fólk sé í vandræðum? Já, það náttúrulega hefur komið fyrir en það er nú ekki stóra máli. Maður reynir náttúrulega bara að þjónusta sem flesta, hvort sem það er dagur eða nótt. Og nú er komin önnur óværa, ekki veðrið heldur þessi veira. Hvernig kemur hún við reksturinn? Já, hún náttúrulega kemur illa við okkur eins og alla aðra. Sko. Við erum náttúrulega búin að skipta okkur upp í 2 hópa, þannig að við vinnum ekkert saman, ekkert að hittast og ef að kemur upp veiki hjá öðrum hópnum, þá getur hinn tekið gripið inn í. Þannig við erum í fyrsta lagi búin að fara í þá aðgerð og síðan náttúrulega bara þurftum við að minnka þjónustuna. Við megum ekki, fólk má ekki njóta veitingarnar lengur innandyra. Við erum búin að loka fyrir heitarmat tímabundið og Kvistnósið en við erum með náttúrulega hamborgarna en þá og pilsur og annað. En það verður allir að fara bara út fyrir húsið styr þegar það búið að afgreiða. Það má ekki njóta veitingar inni. En eins og trafikkinu var í desember, janúar, febrúar og vel fram í mars kannski, hvernig hefur orðið var við hvað er fátt á ferli núna? Ó já. Þetta er bara alveg, það er bara enginn á ferðinni nánast. Útlendingar alveg hættir að sjást og ef það fólk sem kemur til mér það stoppast upp, verslar og ferð svo. Það er bara þannig. Hvernig líst þér á þetta? Hvernig heldur þetta verði? Já, maður eiginlega átti ekki vona því að upplifa svona stundir sko en við bara verðum að vonandi að gangi fljótt yfir og að við náum okkur sem fyrst aftur á skrið.
En félagslífið til dæmis bara hér slóðir, ég veit þú syngur í karlakór, en hvernig það? Hvar syngur þú núna? Það nú, talandi um karlakórin, þá nú bara eins og með annars sko, við erum bara núna bara í fríi eða ekki að æfa. Þannig það náttúrulega eins og annars staðar bara með það, við komum ekkert saman en það vonandi kemur nú aftur vor í dal.